Góðan daginn og velkomin í Silfur Egil sem á þessum óvenjulega, ókristilega tíma, líkum við að segja, svona miðað við sögu þáttarins. En við förum vítt og breitt fáum hérna á eftir til dæmis Dag Eggertsson, Reyni Traustason, Andrés Magnússon, Óla Pál Jónsson, heimspeking, fjölda fólks, Ómar Ragnarsson, Svein Aðalsteinsson, Siv Friðleifsdóttur. Það nóg að gerast, þetta hefur verið ein æsilegasta pólitíska vika í lífi allavega þessara borgar, getur maður sagt. En hérna hjá mér Kjartan Magnússon sem sagði vera guðfærir hins nýja meirihluta, Árný Sturludóttir sem var í gamla meirihlutanum, Ásta Þorleifsdóttir sem nú orðin ekki bara varaformaður Orkuveitunar heldur líka komin í stjórn Faxaflóahafna, það þykja mjög feiti bitar, og Jón Magnússon, alþingismaður fyrir Frjálslyndaflokkinn. Ég ætla að byrja á þessu uppþoti sem varð í borgarstjórn og eftirmálunum eftir það, þessum mótmælum, sumir segja þetta verið skrílslæti, aðrir segja já þetta skóp samúð með Ólaf F. Magnússon og nýja meirihlutanum og að því leyti var þetta klaufalegu gjörningur. Hvað segir þú, Jón? Ég veit það ekki, mér fannst þetta nú bara vera svona að fólk kemur saman og það nú greinilega einhver undirbúningur sem hefur verið fyrir þetta. Ég get nú ómögulega fallist á það að þetta hefur verið einhver atlaga lýðræðinu, það var nú allt á illa og óskipulegt til þess að það getur verið það, eins og voru þetta skrílslæt og það á náttúrulega, þetta er ósæmilegt, þetta á ekki að vera svona, en í sjálfu sér ekkit út á það að setja það, við höfum séð það, við skulum segja, þegar Helgi Hóseásson skvetti eða hendi skýru á alþingismenn, þá var það ósæmilegt en það var ekki atlaga lýðræðinu, en það var hins vegar engin stjórnmálaflokkur sem stóð á bak við það. En hérna í þessu tilviki að þá er þarna frammi hvort það verður að fresta fundi, það er ekki atlaga lýðræðinu, þetta er hins vegar ef að stjórnmálaflokkur eða samtök standa á bak við þetta, að þá er þetta eitthvað sem að menn eiga ekki að gera með þessum hætti. Nú er staðið þetta Vinstri grænir og Samfylkingin standa á bak við þetta. En manni sýndist að þannig væri það. Það er bara þannig að unglega hreyfingar þessara stjórnmálaflokka stóðu á bak við þetta og það sést mjög vel að myndum að leiðtogi ungra samfylkingarmanna, hann er beinlínis bara liðstjóri, hann stjórnar þessum fram í köllum og við höfum fengið alveg nákvæma fréttir af því sem þarna átti sér stað. Þetta var skipulagt þannig að koma þarna og vera með læti og þegar að kjör borgarstjóra færi fram að gera þá allt vitlaust og trufla fundin og koma í veg fyrir að fundinu gæti farið fram og ég fagna því að gera fá sem flesta á pallana. Mér finnst alltaf gaman að hafa fólk á pöllunum en þá verður líka að fara fram á það að þetta fólk fari eftir húsreglum og reyni ekki að trufla fundin. Já, Árný, þú ert í Samfylkingunni, þú ert ung samfylkingarkona. Ég meina, var þetta skipulagt af Samfylkingunni Vinstri grænum? Borgin hefur nú aðalega verið að benda á Samfylkinguna í þessu sambandi. Já, merkilega sem það kann nú að vera. Hann hefur nú horfið síðu Samfylkingarinnar yfirleitt. En það eru oft sem að unglegar hreyfingar stjórnmálaflokka taka sig til og fara í einhvers konar svona skipulaðar aðgerðir. Falun Gong, við munum nú eftir því, þá voru nú unglegar hreyfingar sem skipuluðu heilmikil mótmæli vegna þeirra. Ég held að 1000 villtir stóðhestar hefði svo sem ekkert getað haldið þessum 1000 manns frá ráðhúsinu þennan dag. Slík var reiðin í samfélaginu. Það er alveg rétt að ungliða fólk úr unglegar hreyfingum þessara flokka sem voru þarna að fara frá völdum, þau höfðu sig í frammi, það er alveg rétt. En þarna var líka Svöðsvartur almúginn sem að tilheyrði engri einustu unglegar hreyfingu. Það var auglýsingar sendar út í nafni þessara unglegar hreyfinga, það er ekki hægt að neita því og ef við förum yfir myndskeiði þessum atburðum þá sjáum við að það eru forystumenn unglegar hreyfinganna, sérstaklega samfylkingarfólks sem standa þarna í stafni. Þetta er minniháttamál. Þetta er algjört minniháttamál. Þetta er búið. Og ég held bara sko á þessum á þessum síðustu verstu tímum þegar ungt fólk gefur sig í rauninni ekkert svo mikið að stjórnmálum og hefur kannski ekkert svo mikið fyrir því að mótmæla yfirleitt. Og ég segi sko stjórnmálamenn sem að væla undan því að fá mótmæli í salina, þeir bara ekkert að vera í stjórnmálum. Ég var hugsið við því að sjá hvað veru ungir krakkar þarna, mjög gaman að sjá unga krakkar sem áhuga á pólitík, en mér fannst þið vera mjög ungir, sumir hverjir heilu hóparnir. Og svo frétti ég það eftir frá með traustum heimildum að það hefði gerst í menntaskólanum í Reykjavík, mínum gamla skóla og MH líka, að bara börnum þessum eða krökkum á fyrsta ári, þeir hefðu fengið frí og verið hvattir til þess að kennurum að fara á mótmæla. Já. Athyglisvert. Þetta er samt minniháttamál en lýðræðissinnaðir flokkar eiga að standa á móti því að það sé... Hvað segir þú, Ásta? Fannst þér þetta vera skrílslæti? Þetta er náttúrulega, ég er alltaf voðalega glöð að sjá ungt fólk taka afstöðu saman hvort að þau eru sammála mér eða ekki. En það verður náttúrulega að segjast eins og að þessi hávaðurlæti þau fóru dálítið úr böndum.
En það sem kom mér kannski mest á óvart var það skildu þó ekki vera fleiri minnum þess að það voru 3000 manns sem tóku sér frí frá vinnu og flestir fullorðnir til þess að mótmæla ákvörðun borgarstjórnar hér fyrir 5 árum síðan. Sem miklu fleiri borgarbúar voru tilbúnir að taka sér frí frá vinnu og mótmæli þeim gjörningum heldur því sem átti sér stað í Ráðhúsinu núna og það kemur mér óvart að skildi þá ekki vera fleiri. En telur þú að Ólafur F. Magnússon sé að fá vonda meðferð í samfélaginu og í fjölmiðlum? Ég held að eftir að Ólafur kom svona hreint fram eins og hann gerir í fjölmiðlum í gær að þá myndi það lýsa skelfilegum fordómum hjá þeim sem ætla að tjá sig eitthvað frekar á þeim nótum. Ólafur átti vissulega við veikindi að stríða en í stað þess að gleðjast yfir því að hann sé komin heilbrigður aftur til starfa þá hafa menn náttúrulega stundið ansi andstyggilega aðför. Það verður ekkert annað. Er það aðför? Hvað segir til þessu Spaugstofunni í gær? Já, samúð mín er náttúrulega hjá nánustu aðstandundum Ólafs gagnvart þessu. Þetta er klaufalegt, þetta fór yfir strikið að við hætti að vera fyndið. Þetta er ekki mikill húmor, þetta er svona eitt skets hefði kannski verið nægur til þess að nóg til að koma þess á framfæri. En hins vegar, lærdómurinn af Spaugstofunni í gær er ef að maður ætlar að vera í stjórnmálum og ég er nú mjög ný á þeim vettvang, þá þarf maður hreinlega að kaupa sér brynju. Já, hvað segir þú, Oddný? Hefur Ólafur orðið fyrir einhverju ómaklegu aðkasti, ómaklegu aðför, árás? Ég skal ekki segja það. Það hefur, við getum sagt að fólk hafi mjög mikinn áhuga kannski á því hvernig allt þetta kemur til og hann var auðvitað í veikindaleyfi. Við getum ekki þrætt fyrir það. Fólk hefur áhuga á því að vita hvernig hann hefur það í dag og það kannski bara eðlilegar áhyggjur. Og mér hefur nú fundið sem leiðara höfunda Morgunblaðsins hafa nú talað mest veikindi Ólafs og ég er hreinlega alveg bit á því hvernig þeir eru að reyna að koma í þannig fyrir að Dagur B. Eggertsson sem er trúnaðarvinur Ólafs F. Magnússonar til margra ára þegar nú þekkst frá því að Dagur var smápatti að það sé verið að halda í fram að hann og Ingibjörg Sólrún standi fyrir einhvers konar ófræðingar herferð gagnvart Ólafi F. Ég er eiginlega svo biti verið svo ég sagði nú bara upp mokkanum á föstudaginn, það var nú ekkert öðruvísi og margir í kringum mig gerðu það líka og ég skil hreinlega ekki hvað mokkanum gengur til. Þeir sem hafa fylgst með samskiptum Dags B. Eggertssonar og Ólafs F. Magnússonar vita það að ef að stuðningur Dags og heilindi og ráðgjöf og hlýja hefði ekki verið til staðar og þeirra nána á langa samband þá hefði Ólafur F. Magnússon ekki getað komið aftur inn í borgarmálin. Það var vegna þess að hann hafði stuðning Dags á bakvið sig og ráðgjöf alla leið og hann treysti mjög mikið á hana. Mér finnst þetta ótrúlegt að fara að klína því á leiðarahöfunda Morgunblaðsins að tala mest veikindi Ólafs. Ekki hefur það verið Dagur B. Eggertsson sem tala mest þessi veikindi eins og þeir vilja láta í veðri vaka. Þetta er með svo miklum ólíkindum og svo viðbjóðslega rætið. Það er ekki Dagur B. Eggertsson en það er hins vegar, við vitum það að það er bara markvisst verið að koma einhverjum ótrúlegum sögum á kreik út um allt þjóðfélagið. Eru það ekki bara eðlilegar áhyggjur almennings, Kjartan, og eðlilegur áhugi? Það er verið að koma þessum sögum, það er verið að bera það út í pólitísku skyni, rætnum sögum. Og mér er sorglegt að pólitíkin sé komin á þennan stað núna bara á einni viku, ég held að við erum komið lengra og þessar árásir eru einstæmi á seinni tímum. Ég held að þetta séu rætnustu pólitísku árásir í íslensku þjóðfélagi í áratugi. Og hvaða árásir? Aðrar en þær sem Mokkinn hefur verið að ýja að séu í gangi? Og ekki við neinn rök að styðjast. Ég get til dæmis nefnt árás að þekktur rithöfundur í þjóðfélaginu, hann talar að, segir man ekki hvernig orða þetta nákvæmlega, að við ættum ekki að eiga borgarstjórnin til því hvort hann var með 38 eða 9 stiga hita. Ég verð að segja mér þetta mjög... Þarna er enginn að tala veikindi Ólafs. Fólk er að tala þarna Kjartan Magnússon að hann hefur engan varamann. Þó, það skiptir engu máli að Ólafur sem nýkonu veikindaleyfi eða hvort hann sé bara fílhraustur eða sjálfur íþróttaálfurinn, það skiptir engu máli í þessu samhengi. Hann hefur ekki stuðning, hann hefur ekki varamann. Fólki finnst það mjög veikt. Mér finnst það líka beinlínis vera rógur þegar vinkona mín Björk Vilhelmsdóttir þegar hún sagði að Ólafur hefði ekki eirði í sér til að sitja borgarstjórnarfundi. Hann hefði aldrei setið út heilan borgarstjórnarfund. Þetta eru gífurleg ósannindi. Og þegar stjórnmálamenn eru farnir að bera slíka sakir hver á annan, þá er þetta auðvitað orðin atvinnurógur. Atvinnurógurinn er frá Morgunblaðinu. Er ekki ástæðan einfaldlega svo að Ólafur fer úr þessum gamla meirihluta af einhverjum ástæðum sem fólk ekki skilur? Og þess vegna beinist einhver smásjá að honum að
að ég verði ekki það sem stjórnmálaskýrandi fylgist með stjórnmálum, ég ekki ennþá búinn að skilja af hverju Ólafur fór úr gamla meirihlutanum. Hann verður ekki ennþá gefið eina... Lestu málefnasamninginn? En málefnasamningurinn plagg sem var samið í hérna F-listanum fyrir hérna 3 árum. En við skoðum þetta, því að það verða að velta fyrir sér umræðum þessa hluti og einhverja að ef við skoðum það með hvaða hægt og hvernig stjórnmálamenn til dæmis erlendis hafa komið. Við skulum taka allir menn eins og Kjellmann Bonnevík sem þurfti að fara í frí frá störfum forsætisráðherra af því að hann átti við ákveðin vandamál og stríða. Norska pressan skrifaði það, síðan fór hann í sitt veikindalíf og kom tilbaka og gegndi sínu störfum áfram. Norska pressan skrifaði það. Þetta var ekkit vandamál, þetta var bara veikindi og hérna það mál var afgreitt. Thomas Eagleton, hérna öldungadeildarþingmaður í Bandaríkjunum sömuleiðis. Og það sem ég held að sé kannski vandamál oft hjá okkur, það er að við hræðumst oft umræðu eðlileg mál og við erum að setja stimpil á eðlileg mál að það sé eitthvað óeðlilegt. En mér hefur fundist umræðan vera svona kannski svona dálítið mikið svona í slúðursögustíl því miður og það er óheppilegt. Og nú varðandi Spaugstofuna þá náttúrulega hafa þeir tekið sér bessaleyfi. Við skulum taka eitt stjórnmálamann sem kominn úr umferð, allavega inn í bili og vonandi til eilíðar, sem stjórnmálamöður, Halldór fyrrverandi forsætisráðherra, sem var nú heldur betur útmálaður sem og kannski svona eyðilagt fyrir honum. Framsóknarmenn telja að Spaugstofuna við eyðilagt Halldór. Já, og að sjálfsögðu verða menn og þessum gera að fara sér hægt. Nú ætla ég að beina orðum og persónuleika bara klára á eitt. Það er hins vegar slæmur hlutur ef að það verður að rugla pólitíkina með því að fjalla persónuleika. Við erum að fjalla mótívasjón Ólafs F. Magnússonar sem róðgáta. Nei, hún er mjög skýranleg. Hver er hún? Ég held að það sé hún er mjög skýranleg. Sókn eftir völdum? Nei, það er ekki sókn eftir völdum. Ég held að það liggi bara einfaldlega í því að þegar að Ólafur F. Magnússon kom aftur til starfa eftir langt sjúkraleyfi að þá er það ekkert leyndarmál að F-listinn að hans hlutskipti var einstaklega rýrt í þessum meirihluta. Að F-listinn sem var með 3% minna en Vinstri grænir en 4% meira en Framsókn. Að við áttum ekki fólk í öllum nefndum, við áttum fólk í 7 fagráðum af 10, við áttum í hinum 14 nefndunum sem nefndar eru á vefsíðu borgarstjórnar sem stórar nefndir áttu við hvergi mann. En hefði ekki verið nær að semja þá fyrst við hina að fá þessu breytt? Þetta hlutskipti var náttúrulega einstaklega óhendur. En hefði ekki mátt semja það? Það hefði hugsanlega verið hægt. Ólafur virðist hafa verið að reyna að fá því breytt. En það er bara einfaldlega þannig að í þessu meirihluta þá var ekki málefnaskrá. Maður vissi maður kominn á fund í einhverjum ráðum og vissi ekki hvaðan á sig stóð veðri vegna þess að ég sem satt þarna í 4. sæti vissi ekki endilega hvaða málefni voru á dagskrá. En þetta er svolítið skrítið. Nú ert þú til dæmis, Ásta, sem varst í 4. sæti. Nú ert þú orðin varaformaður Orkuveitunnar og komin í stjórn Faxaflóahafna. Þarna eru dottnar úr skaftinu 2 konur sem voru á milli þín og Ólafs. Það er ekkert skrítið eiginlega og hugsa þetta svona að í þessu fyrrverandi meirihlutasamstarfi að Margrét var mjög ánægð þar. Henni leið mjög vel í því samstarfi. Það er held ég ekkert leyndarmál. En Ólafur upplifði sig ekki velkomin í þann hóp. Þetta er eiginlega bara þannig sem þetta virðist vera að honum sárnaði hlutskipti F-listans sem var mjög rýrt og hann hefði hugsanlega mátt ganga mun harkalegar til dyra það að ná fram réttlæting á þeirri stöðu en Ólafur hreinlega vinnur ekki þannig. Þannig ég get ekki séð annað en að En hann talaði ekki við Margréti? Hann talaði við okkur öll á þeir sem eru þetta í efstu sætum listans vikun áður þessi gjörningur var. Það að Margréti? Jú. Það að hann væri óánægður? Það að hann vildi fá þennan hluti réttan. Það meðal annars að við ættum ekki mann í aðalskipulagi og fleiri stöðum þar sem við erum að taka mjög sterkar og miklar ákvarðanir framtíð borgarinnar. Og hann sagði okkur það öllum saman að hann ætti í þreifingum við sjálfstæðismenn og þannig að við vissum það öll, Margrét líka. Það er ekkert, ég held að það sé engin ástæða að halda því leyndu. Hins vegar þegar það kom til samningana á þessum fræga mánudegi, þá gerist þetta mjög hratt, vissulega. En við vissum öll að þreifingunum vikun á undan. Þið vissuð það þreifingunum? Að sjálfsögðu vissum við það. Og Margrét vissi það því líka? Margrét vissi það því líka. Það var það rangt sem Ólafur heldur fram að þetta var bara byrjað. Heldur fram að þetta var bara gerst þetta einn eftir. Nei, samningurinn það komin á okkur samkomulagi
Það vissulega gerist mjög hratt að því virðist. Já, en þið vissu að þreifingunum viku áður vissu að það væri þreifingar milli Ólafs og en þær þreifingar muni hafa byrjað mikið fyrir, það ekki rétt Kjartan. Hvenær byrjuðu þreifingarnar? Já, Segðu satt. Ég segi alltaf satt. Segðu alltaf létta. Já. En var Ólafur ekki að segja satt það að Margrét Sverrisdóttir vissi Stundum borgar sig ekki að segja sko allt. Ég bara, það er alveg rétt að þetta gerist mjög hratt. Þetta gerist í rauninni sjálfar viðræðurnar, sko, þetta að gerast á nokkrum klukkutímum, sko, í mínum huga. En hún segir þetta að byrja viku fyrr. Já, ég meina, sko, hvenær eru viðræður, sko, hvenær er þetta bara samtöl á milli tveggja manna? Hvenær er þetta síðan þreifingar, kannski á milli tveggja eða þriggja manna? Og hvenær verður þetta síðan formulegar viðræður? Það er erfitt að skilja þetta á milli. Þetta í raun og veru einfaldlega þannig að það gríðarleg óánægja með stöðu F-listans og það er vaxandi óánægja í grassrót þess flokks. Hver er grassrót þess flokks? Já, hún liggur... Íslandshreyfingunni. Það er nú fjöldi manna sem í frjálslynda flokknum á þessum lista. Þetta er ekki frjálslynda flokkur. Þetta er Íslandshreyfingin. Ólafur, er þetta frjálslyndi flokkur? Nei, þetta er bara hvort tveggja. Ólafur gekk úr frjálslynda flokknum rétt fyrir kosningar til að stuðnings við Íslandshreyfinguna og lýsti því opinberlega yfir og sem að gera það sennilega verkum að við mistum 2 þingmenn sem við höfum annars geta fengið af því að munaði ekki rúmlega 100 atkvæðin. En það er nú annar mál. En hann gerir það og hann er alveg að sjálfsögðu af því hann er í öðrum flokki, þá er hann ekki á pólitískri ábyrgð frjálslyndaflokksins og þá er eðlilegt að hann gerði grein fyrir því, talaði ekki alltaf sjálfan sig sem frjálslyndan meðan hann er í öðrum stjórnmálaflokki. Og eins og Guðjón Arnar Kristjánsson hefur sagt og sagði þegar Gunnar Örlygsson hætti í Frjálslynda-flokknum, að fyrst hann hefur sagt skilið við flokkinn, þá berum við ekki lengur pólitíska ábyrgð á hans gjörðum. Og það er nákvæmlega það sem gildi. Hitt er annað mál að þessi listi var borin fram af Frjálslynda-flokknum á sínu tíma og greiddur, nei, þú hefur ekki verið, og greiddur allur kostnaður vegna þess og þar er ennþá þó nokkur hópur af fólki sem hefur starfað gegn þykkt og þund og það verður ákveðin klofningur þegar Margrét fer, en þessi hópur, hann hefur staðið og vill starfa áfram og gerir það og við höfum lýst því yfir, forystumenn í Frjálslynda-flokknum, að við munum að sjálfsögðu reyna að hjálpa þeim til við það, þó að til dæmis maður eins og ég tel ég að við berum engan pólitíska ábyrgð á þessu. En er þetta ekki bara stjórn Íslands? Er þetta ekki Íslandshreyfingin plús? Nei, það er ekki rétt. Eða hvaða fólk gerir þetta? Þetta er fólk sem eru úr Frjálslyndaflokknum og svo einstaklingar sem vissulega hafa komið fram. Íslandshreyfingin var ekki til fyrir F-listan. Alveg saman, þetta er Íslandshreyfingin, þeir sem eru þarna, það er meginhlutinu og það sem er að ræða núna, það er klofningur Íslandshreyfingunni, varaformaður Íslandshreyfingarinnar, neitar að vera með, á meðan að nefndardrottning borgarinnar sem situr hérna við hliðina á mér, er hérna, og það eina í raun sem að, breytingin sem verður, með því að þessi nýju meirihluti við tekið við, að sjálfstæðismenn hafa keypt bárjósbyltingu Ólafs Magnússonar, sem að þegar kostar borgarbúa sennilega 1100 milljónur og eftir að kosta gríðarlega mikið meira ef og svo heldur fram sem horfir og maður velti því fyrir sér og meðan ekki er hægt að borga fólki mannsæmandi laun í leikskólum eða skólum eða öðru á þá að halda áfram með bárjósbyltingu. Heyrðu, býttu nú við, og fyrir utan að því miður er það þannig að Reykjavíkurborg ræður ekki kjörum leikskólakennara því að það er launanefnd Sambands íslensku sveitarfélagsins. Hanna Birna Kristjánsdóttir sagði á fundi í gær að flokkurinn hefði skaðast af þessu og ég velti fyrir mér, er ekki ennþá meiri skaði þegar maður fréttist að það sé verið að kaupa hús þarna á Laugaveginum, 4 ónýta kofa nei, þetta eru 3 kofar saman og eitt er aftan á 580 milljónir króna. Þarf að gera við það fyrir 3-4. Ég held að allir flokkarnir í borgarstjórn hafi skaðast að einhverju leyti bara af þeim darraðadansi sem hefur verið í síðustu mánuði og hófst með reymálinu og sjálfstæðisflokkurinn þar á meðal. Nú hvað þetta mál varðar þá ég held að það mun ekki skaða okkur til lengri tíma sko. Munið bara, ég hef verið að hugsa mjög mikið þessi hús og ég held að málinu verður nú lengt þannig að þetta verður ekki dóparlegu kostnaður fyrir borgina. Þarna er verið að kaupa líka með í pakkanum fylgir hús á Skólavörðustíg sem hægt er að selja strax. Þið eru að snúa við stefnu, stefnu ykkar var svo að þetta er skilur. Já, við erum alltaf að enda sko okkar stefnu sko. Það ekki Frjálslynda-flokkinn síðast, var þá ekki í flokknum. Heldur studdi Sjálfstæðisflokkin var það að hann var á móti fúaspítuaðferðinni, það er þess að bárjósbyltingunni. Nú er Sjálfstæðisflokkurinn að svíkja mig sem kjósanda sinni síðustu kosningu. Og það er mjög alvarlegt og 80% borgarbúa sem vilja þetta ekki. Skoðanakönnun sem birtist fyrir rúmri viku í Fréttablaðinu, þar sem menn voru spurðir afstöðu sína til þessara húsa og 70% aðspurðina
telja að það beri að vernda þessa götumynd. Þetta ekki spurning fúaspýtur eða stakanagla, þetta spurning að það sem byggt, að það sé endurnýjað í samræmi við þá upplifun sem fólk hefur þegar það gengur þessa götu. Og við sem ung þjóð, við þurfum á því að halda, að hafa þessa menningarætur. En þið ekki bara fagna þessu, Oddný, að nú skuli loksins einhver taka skarið og var þetta? Þetta var allt saman á borði menntamálaráðherra. Ef að menntamálaráðherra hefði kveðið upp úr með þessa friðun eins og engin fordæmi eru fyrir því að menntamálaráðherra geri ekki, ef að húsafriðun á annað borð mælir með því, þá hefði málið verið í hennar höndum. Bótakrafan hefði lent á ríkinu samkvæmt lögum, þannig hljóðar lagabókstafur með það. Og bótakrafan hefði alltaf fylgt markaðsverði. Núna búið að opna tékkheftið. Og þetta í rauninni ekki mjög góðar fréttir fyrir húsvernd vegna þess að núna búið að opna tékkan upp á gátt og öll þessi hús sem í eigu ýmissa aðila hér upp allan Laugaveginn og baka til og það í rauninni bara að biðja hvað verð sem Það var búið að vinna kostnaðarmat. Og svona þetta dæmigert fyrir vinnufræði Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar að kostnaðarmati var ekki einu sinni lagt fyrir borgarráðsfulltrúa á fimmtudaginn. Það var búið að vinna mjög vandað kostnaðarmat þar sem þetta allt saman lá fyrir. Og svo var þetta á borði ráðherra. Flaktið máli var alltaf með endalausri skoðun og var alltaf að vísa því annað til ráðherra til ríkisins. Gat ekki tekið á þessu máli sjálfur, nú munum við taka á því á nokkrum dögum. Oddný, ég þarf að spyrja þig einu áður en að við klárum þennan hlut þáttarins. Þú kemur þarna sem ungur stjórnmálamaður. Mér finnst sko í raun og veru að þetta sé rétt sem Kjartan segir, að fólk búið að missa trú almennt á stjórnmálamönnum í borginni. Að maður hefur bara Þetta hefur orðið gengisfelling á stjórnmálunum almennt. Já. Nýleg könnun sýndi að þegar að hugur almennings til ýmissa stétta var skoðaður, þá voru kennarar þar í efsta sæti sem var mjög ánægilegt að sjá, 50%. Almennings bar mest traust til kennara, 9% til stjórnmálamanna. Þannig að það ekki úr háum sæli að detta, við getum orðað það sem svo. Og ég eftir þetta að það hafi farið mikið neðar. Það sem ég segi að eftir þann mikla skandal í Reymálinu í október, þá hefðu við einmitt þurft á stöðuleikanum að halda næstu 2 árin. Það svona fyrst mér pínlítið hlálegt að heyra í unga fólkinu í Sjálfstæðisflokknum sem ég bar nú svo mikið traust til og hélt að það væri ásamt mér og svo mörgum öðrum ungum í pólitík að snúa dálítið við þessari vondu ímynd. Þess vegna finnst mér dálítið hlálegt að heyra þau núna tala að við verðum að mynda samstöðu og við verðum að efla traust hjá almenningi og svo framvegis. Róa umræðuna nákvæmlega að þau hefðu þá ekki getað séð fyrir sér að það væri betra fyrir þau sem flokk og fyrir þeirra kjósendur sem þau starfa væntanlega í umboði fyrir að leyfa þessum 2 árum að líða þannig að við næðum stöðuleika, myndum ekki glutra þessu kjörtímabili algjörlega niður klósettkassa. En það eru 2 ár eftir á kjörtímabilinu rúmlega, þannig að nú skulum við bara leyfa þessum 2 árum rúmlega að líða. Ásóknin eftir völdum eins og sæðir áðan Egill slík hjá Sjálfstæðisflokknum að það hægt að gera ýmislegt. Þetta nú kannski frekar og ómaklegt vegna þess að í fyrsta skipti eflistinn að ná fram einhverju málefnum og það skort okkur gjörsamlega í fyrra samstarfi að það voru engin málefni þar sem að gat saminast að vissi einfallega ekki fyrir hvað það bandalag stóð. Borgarstjórinn í Reykjavík, þetta var 3. fínasta jobbið á Íslandi. Eftir nú þetta pólitísk skiptimynd. Já, eftir forsetanum og forsetahöfunum. Sjálfstæðisflokkurinn leita á borgarstjórinn í Reykjavík sem svona hálfguð og þeir eru fórnuð honum og það hefur engin fyrirgjöð, nú ætla ég að fá að segja þetta neitt, það hefur engin sjálfstæðismaður sem ég hef hitt núna síðustu 6 daga og ég hef hitt að marga og það hefur engin þeirra geta sagt, ef ég spyr, átti Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson það í rauninni skilið að fá annað tækifæri. Við eigum að gera kröfur til stjórnmálamanna, stóð hann sig vel sem borgarstjóri? Nei. Hann var rúinn trausti þegar hann fór frá völdum, en hann mun snúa aftur. Og það hefur engin... Ég er búin að hitta hann á síðustu daga. Þú telur mig ekki með. Það hefur engin sjálfstæðismaður geta sagt, já, ég finnst það mega skilið annað tækifæri. Það þess vegna fyrst mér stjórnmálinn hafa sett svo mikið niður veitla, vegna þess að við eigum að gera kröfur til stjórnmálamanna. Og þessi borgarstjóri, hann stóð sig ekki vel. Myndir þú styðja Vilhjálm Vilhjálmsson í prófkjöri fyrir næstu kosningar? Já, ég myndi örugglega gera það með að biðja sig fram. Þú myndir styðja hann? Það er erfitt að tala við, já, ég myndi styðja hann. Þú telur hann vera traustsins verðan? Já. Hvernig verður þegar niðurstaða stýrihópsins kemur í vikunni? Við komum við skeiðin setna, ég ætla að gera smá auglýsingarhlé. Ég þakka ykkur fyrir komuna hérna, Jón, Ásta og Oddný.